Kjartan Benediktsson hefur verið viðloðandi björgunarsveitarstörf í hartnær 35 ár og í dag formaður björgunarsveitarinnar Héraðs. Kjartan, við erum staddir hérna í tækisal björgunarsveitarinnar Hérað. Hversu gömul er sveitin ykkar? Við verðum 20 ára á næsta ári, 7. nóvember. Og það eru fleiri afmæli á næsta ári hjá ykkur í rauninni, eða ekki? Já, þetta er þannig að upphaflega sveitin, björgunarsveitin Gróf, var stofnuð 1959 og hún síðan klofnar illu heilli og hjálparsveit skáta er stofnuð 1979 og þessar sveitir renna síðan saman eftir í þessa sveit sem við byggjum í dag, árið 99. Skemmtilegt hvernig öll ártölin ber upp á 9. Það er ýmislegt í bígerð hjá sveitinni til að fagna tímamótunum, til dæmis gerð heimildamyndar sem spannar öll 60 árin. Þá er tækjamót Slysavarnafélagsins Landsbjargar haldið á Héraði á næsta ári, auk þess að landsþing félagsins verður haldið á Egilsstöðum næsta vor. Landsþing er semst haldið á 2 ára fresti og árshátíð félagsins leið. Og ég þori ekki alveg að fullyrða hvað það er, en á þessum árshátíðum hafa þetta verið alveg upp undir 2000 manns alveg. Það er sem sagt heill hellingur að gerast á næsta ári. Í ár fer svo hópur frá sveitinni í 4 daga ferð til Eistlands í samstarfsverkefni sem hefur verið í gangi í 18 ár og tekur þátt í æfingu þar. Björgunarsveitin Hérað hefur lagt áherslu á að efla beltaflokksinn síðustu ár, segir Kjartan. Fyrir okkur sem vitum ekki tæki, hvað er það eiginlega? Það eru snjósleðarnir og snjóbíllinn. Já, þessi hér. Þessi hér. Og þessi bíll er semst frá 1984 og hjálparsveit skáta keypti hann nýjan á sínum tíma. Hann er náttúrulega búinn að fara í gegnum nokkrar endurbætur á lífsleiðinni. En bara í þessum töluorðum er verið að klára að smíða fyrir okkur annan svona bíl út í Póllandi. Og hann er bara væntanlegur til landsins núna í seinni sumar eða haust. Og reyndar ekki fullkláraður, við höfum eftir að vinna svolítið í honum þegar hann kemur heim og vonumst til þess að geta verið komið með hann í notkun, já hvað hefum við að segja, snemma næsta ári. Og svo náttúrulega erum við með þessa sleða hérna og við erum með 3 sleða, 2 síðan í fyrra og þessi kom nýr núna, þessi hér, bara í janúar. Sveitin hefur sendt menn í þjálfun og námskeið og byggt þetta upp á besta búnaði sem völ er á og það er greinlegt að það er ríkjandi fagmennska og metnaður í öllu starfi sveitarinnar. Á Fljótsdalshéraði er starfandi önnur björgunarsveit, Jökull, og vinna deildirnar vel saman og svæðið eru stórt, frá Hérasandi og inn á miðjan Vatnajökull. Sveitirnar hafa tekið þátt í stórum verkefnum síðustu ár, til dæmis frægri leit á rjúpnaskyttu sem endaði vel, en það mannfrægasta tengist gosin í Holuhrauni 2014. Hvernig fyrir sveit sem þessa taka þátt í slíku? Það gekk alveg ótrúlega auðveldlega að manna þetta. Þannig vorum við náttúrulega með vakt í einhverja rúma 3 mánuði, skiptum á sólarhringsfresti og auðvitað koma allar sveitir á Austurlandi að því. En við áttum langstæðsta partinn í þessu og við héldum algjörlega utan á verkefnið, stýrðum því algjörlega og þetta var náttúrulega útheimti mjög mikið. Þetta útheimti náttúrulega aðstöðu og búnað og mat og fleira. Og við í rauninni tókum bara verkefni strax í fóstur og sáum algjörlega það og það gekk mjög vel. Magnað. Kjartan segir ekki endilega umfang útkallana, heldur ekki síður fjöldeira sem hefur áhrif á starfsemina. Á nokkrum árum hefur þeim þó fækkað úr 70 í 30 og heldur Kjartan að baki því séu margir samverkandi þættir, til dæmis lokanir hjá vegagerðinni, en einnig spila þættir eins og veðurfar og samfélagi stóna þátt. Með breyttum tímum þarf sveitin stöðugt að uppfæra búnað sinn eins og þessi bakpoki sýnir vel, en hann er hægt að blása út sem kemur sér vel og getur bjargað lífi ef leitarmaður lendir í snjóflóði. En fyrir hvern er þáttaka í björgunarsveit þarf maður að vera algjörlega tækja óður til að detta inn í þetta. Björgunarsveitin er fyrir alla. Það geta allir fundið sér hlutverk innan björgunarsveitina og þó að við kannski tölum hérna svolítið sleða og snjóbíla og tækin eru náttúrulega mjög stór partur af þessu. En hins vegar þá eru hlutverkin svo gríðarlega mörg á bakvið það að gera svona apparat út að ég hef alltaf fullyrt það geta allir fundið sér hlutverk innan björgunarsveitina. Alveg sama hvar þeir eru í sveit settir sko. Og það er ekki þannig að þú þurfur einu sinni að vera orðinn fullorðinn til að taka þátt, því að sveitin rekur ungliðastarf. Við erum með unglingadeildina Héraðsstubba, þar sem að krakkar geta komið inn á fermingarárinu
og unglingadeildin svona svolítið ævintýri. Þetta snýst að miklu leyti bara að mennta sig og þjálfa sig. Það farið í töluvert af ferðum, það alls konar mót í gangi og þarna hafa þessi krakkar, ef við koma inn strax á fermingarárinu, þá þetta svona 4-5 ár sem við hafa og í rauninni koma þá inn í björgunarsveit 18 ára gömul og geta þá verið búin að verða sér út það sem kallað björgunarmaður 1, búin að fara í gegnum öll grunnnámskeið og taka alla grunnþjálfun sem ætlast til að fólk hafi til þess að fara í útköll og fleira. Í dag taka á milli 20 og 30 ungmenni þátt í því, en sveitin hefur til umræða gott húsnæði fyrir allt sem starfa á 3 hæðum. Árið kvaddi Kjartan og bað hann að taka smá söluræða mig og gefa mér nokkra ástæðu fyrir því að gangi í björgunarsveitina. Ég náttúrulega búin að vera mjög lengi í þessu. Ef þú hefur áhuga að láta gott að þig leiða, þá björgunarsveitin alveg málið. Þetta náttúrulega snýst fyrst og fremst það. Þá nefnir Kjartan aftur að allir geti fundið sér hlutverk, því verkefnin eru svo mörg og svo ólík og svo það auðvitað vináttan. Það myndast mjög sterk vináttubönd á milli þeirra sem eru í þessu. Auðvitað er það bara þannig að það ekki endilega allt fallegt sem við upplifum og stundum þurfum við að halda svolítið utan hvort annað og það svona sjálfur sér leiðir af sér mjög náin vinakynni og maður eignast mjög góða vini í þessu. Ekki bara innan sveitar, heldur á milli sveita og í félaginu öllu og jafnvel út fyrir landsteinum eins og ég hef upplifað.